welcome to the 2020 IIHF Women's World Championship game between Iceland and Turkey. And we'll start off with the lineup of Turkey playing in red. Number 1, Merve Karatas. Number 2, Hatice Dursun. Number 3, Betül Tuna. Number 4, Sema Kumen. Number 5, Esed Kamala. Number 6, Karla Bakrioglu. Number 7, Ayse Kotak. Number 9, Dilara Lopas. Number 10, Selin Yilmaz. Number 11, Sagi Hatice Dursun. Number 12, Sehnep Pervan. Number 13, Basak Termikon. Number 14, Melissa Igneri. Number 15, Oscar Tumlu. Number 16, Karla Selek. Number 17, Edgar Ogus. Number 18, Alara Lopas. Number 19, Nikim Rugur. Number 20, Sarah Tomarasi. Number 21, Eden Fakti. Number 22, Neil Herimas. Number 24, Betül Taykar. Head coach is Yusuf Titak. The assistant coach is Alper Solar. And now for the Icelandic lineup playing in white. Number 2, Alexandra Haftinsdóttir. Number 3, Anna Ágústsdóttir. Number 4, Eva Karisdóttir. Number 5, Sigrún Árnadóttir. Number 6, Brynhildur Hjaltested. Number 7, Hilma Bergsdóttir. Number 9, Sarah Smiley. Number 10, Herborg Geirsdóttir. Number 11, Sylvia Jörgensdóttir. Number 12, Teresa Snorradóttir. Number 13, Saga Blöndal. Number 14, Ragnhildur Kjartansdóttir. Number 15, Elín Alexdóttir. Number 16, Kolbrún Garðarsdóttir. Number 17, Flosunum Jóhannesdóttir. Number 18, Berglind Leifsdóttir. Number 19, Kristín Ingadóttir. Number 20, Karitas Halldórsdóttir. Number 21, Jónína Guðbjartsdóttir. Number 22, Guðrún Lýðarsdóttir. Number 23, Sunna Björgvinsdóttir. Number 25, Birta Helgudóttir. Head coach is Jón Gíslason. And assistant coach is Sami Lehtinen. Thank you. Og núna ætlum við að spila lagið Flottur jakki fyrir Heiði Ragnars Bjarnasonar.
Já, góða kvöldið. Komið sælir áhorfendur góðir. Velkomin að Víðtækjón. Nú að hefjast leikur Íslands og Tyrklands. Þriði leikur Íslands. Þessum á móti. Elli, við ætlum að hlaupa yfir leikmannalistan. Jú. Þú kannski tæklar Tyrkland bara? Ég er bara rólegur að nefna það sko. Já. Ég er að fara að sjá hvað þjálfarna þeirra heitir. Þjálfari er Yücel Sitak. Akkurat. Og aðri leikmenn, það eru markmennir Merv Karatas, Sera Dogramadzi, sóknarmenn Betul Tuna, Gagla Baktiroglu, Ayse Kozak, Dilara Logbas, Selin Ilmaz, Hatis Tuskendagli, Basak Demirgol, Melisa Figenli, Gagla Selik, Ebrar Ogus, Didem Bakci og Betul Taigar. Og varnarmenn. Já. Það er Níl Erilmas, Ilkim Ulgun, Alara Logbas, Oske Dumlu, Saina Pervan, Ese Kamalag, Sema Guðun, Hati Stursum. Þarna hjálpaði Birni gríðarlega, hann er hálfur Kazaksstani. Þetta er með alveg á milljarnir hreinu þarna. Já, ég held að sé enginn í höllinni sem ekki gert það betur. Nei. Og íslenskt stelpurnar Bjössi? Herra, þú getur lesið það. Það er hann ekki. Ég hef heyrt að þú hefur verið heldur góður í íslensku í skóla. Já, við fyrir fyrst í framherjana bara. Það er Sigrún Arnardóttir, Brynhildur Hjaltested, Hilma Bergsdóttir, Sara Smiley, Herborg Gilsdóttir, Silvía Björgvinsdóttir og Kolbrún Garðarsdóttir, Flósrún Jónasdóttir, Berglind Leifsdóttir, Kristín Ingadóttir, Jónína Guðbjörnsdóttir og Sunna Björgvinsdóttir. Varnarmenn Alexandra Hafsteinsdóttir, Anna Ágústsdóttir, Eva Karlsdóttir og Teresa Snorradóttir, Saga Blöndal og Ragnhildur Kjartansdóttir, Elín Alexdóttir og Guðrún Einarsdóttir. Og í markinu eru Karitas Halldórsdóttir og Birta Helgudóttir. Þjálfarar þar eru Jón B. Gíslason og Sami Kóti Lettinen sem hafa verið að brillera eftir síðasta leik hérna. Stúlkurnar eru klárar í leikinn. Það er svona smávægileg pústrameiðsli, Bjössi. Já, en það ekkert sem að... Það er ekkert sem við kallum meiðsli. Nei, það eru svona... Annarkvort ertu bara með eða ekki. Það er ekkert þar á milli. Nei, það er hérna... Þegar heilsast þær að ísokki síð. Komar að lína og heilsa. Þetta var óvinni gott heils hérna. Það var mjög gott heils. Já. Sérstaklega hérna... Þriðja hóra vinstri. Stór sér að bláu línuna eftir þetta. Já. En það voru 2 leikir spilaðir í dag. Já. Ástralía-Króatía. Hörkuleikur. Ástralarnir tóku Króatana 15-0. Já. Og Króatarnir, já. Þetta var átt að hálfu erfitt hjá þeim eitthvað. Það er svolítið mikið kannski, 15-0 í hockey. Það er svolítið mikið. Já. En það er bara, já, slæmur dagur, eins og að segja. Já. Einn af þessu dögum. Já. Seinni leikurinn. Nýja-Sjáland, Úkraína, það var svona heldur skemmtilega leikur að horfa. Hann endaði 5-3 fyrir Nýja-Sjálandi. Ok. Þannig að við erum... Og Úkraína loksins kominn með gallana sína og kylfur. Ok, vantaði eitthvað að því? Já, það vantaði vist nokkra töskur hérna þegar komum til landsins. Urðu eftir í Finnlandi, sögðu þeir. Já. Ok. Þannig að það þurfti að redda þeim göllum og kylfum hérna úr höllinni. Ok. Já, hérna, ég myndi segja í augnablikinu, Bjössi, er þetta klárlega leikur annarsætið þó að mótið sé bara nýbyrjað. Þá lúkkar að þannig nema Króatía og Úkraína ætla að gera einhverja stóra hluti hér eftir en þetta er svona típiskur leikur annarsætið í augnablikinu ef að þangað til að Ástralía miðstýri sig eða eitthvað svoleiðis en fram að því þá er þetta þannig og liðin hafa nokkru sinnum mæst og Ísland hefur nú unnið alla það viðuregnir en það er ekki þannig sagt að einhver sé áskrifandi af því sko. Nei. Þannig þetta er bara spennandi og skemmtilegu leikur. Tyrkland eru eins og Íslendingarnir í hvern okkinn, þetta er svona rísandi þjóð í því.
Liðin eru mætt á búndinn og það er bara verið að bíða eftir aðaldómara leiksins. Það er greinilega einhver smá tæknilegir örðuleikar í gangi. Já. Kannski farið við dómarana leiksins að aðaldómar er Ilona Novotná. Já. Og línuverðirnir Klodía Srabek og Eva Maria Mólikova. Það var óskup þægilegt að lesa þetta namn. Já. Og þetta er ekki að detti 1000 manns hérna höllin. Það er bara detti 1000. Það er detti 1000. Já, það er hérna bara vel mætt og góð stemming, mikil stemming fyrir þessu móti. Og það er að gaman að sjá liðið hérna allan bæ, þvaðrast allan bæ og skoða staðhætti eins og maður sér. Já, og láta vel af staðnum. Já. Þessu augnablik kom til að þetta hefst bara og sé eitthvað klukkuvesen hana. Smá er að rístarta 9 klukkuna sveika. Sem var ekki dett inn. Þessi Tyrkland er búið að spila 2 leiki á mótinu. Já, það er fyrsti leikur þeirra var við Úkraínu. Já. Sem það er unnu í framlengingu. Okay. Seinni leikurinn var á móti Áströlum og það var hörku leikur, sko. Ástralarnir unnu reyndar bara 2-1. Það var svona fyrirfram haldið að það myndu nú kannski skauta allt í létt í gegnum þær. Já. En það var aldeilis ekki 2-1, já. Það er bara mjög tætt. Þetta var bara hörku leikur og Tyrkinni létu þær hafa fyrir sigrinum, svona þeir. Yes. Það voru ekki fyrirleikur en það er frammi. Hvernig var það? Já, hann á móti Úkraínu. Í sko, já. Já. Þetta er ágætt. Þannig að klukkan að detta í gang aftur. Þetta byrjar að. Það var á fyrsta aukast eðli. Já. Línunar óbreyttar frá því síðasta leik. Það virkaði svo blanda bara fínt. Já. Tyrkinni vinna fyrsta aukastið. Herborg dettur hérna. Það er einhvern nika á hér, sýnist mér. Hún hakkar það af sér. Það er ángstaða hana. Nei, herðu. Já, það var 6 menn á ísnum. Var þetta ekki tæft við sig? Nei, þetta var réttu dómur. Það? Já. Meiddur leikmaður á leiðin út af? Já. Jæja. Það er 20 sekúndur liðnar og við erum bara konar í refsibókinu. Flossrún Jóhannesdóttir tekur það, kemur á bekknum og sest í skammarkrókinn. Tekur eitt fyrir liðið. Það getur nú bara hristi upp í þessu strax. Já. Veit ekki alveg hvernig powerplayið er hjá Tyrkjunum en það, svona, ég hef verið að fylgjast með því og það er nú ekkert sérstakt ef við verðum hreinskilin. Nei. Þetta er dálítið svona eins og þú segir. Það er návarlega að þeir stilla, þetta er voða skrítið þannig, þeir stilla þeir ekkert upp bara, þessi er bara einhvern hent á markið og sem er bara betra fyrir okkur. Birta Helgadóttir byrjar í marki hjá Íslandi. Og hinum meginn er það Sera Dogoramadze. Dóttir Dogoramadze. Akkurat.
skiptast af bara og liðin þreifa hans fyrir sér í róleitunum. Frændi hennar var mjög sterkur skautari. eins og hann Sigurbjörn myndi. Já. Og Jónína. Hendur þessu á markið. Já. Fín tilraun. Koma þessu á markið. Þær taka svo skiptingu, létta skiptingu. Mínútu eftir af tilinu í Íslandi. Þetta er rosa mikið bara hent svona eitthvað. Já, já. Berglið tala með misjafna sendingu. Það er hendan niður hótt. Svona. Þetta missir hanskar hana. Tyrknes svo kom hann ekki inn fyrir blá og svo auðvöldlega. 30 sekundur eftir og Kolbrún með misjafna sendingu hana yfir á Berglindi Leifsdóttur. Þjálfarið Tyrklands brjálaði hana á bekknum. Já. Berglind, Kolbrún, aftur á Berglindin. Við erum að gefa hann Pepsi elgi, hann er alveg... Já, hann er búinn að gleypa trefilinn síðan það, kallinn á bekknum. Þetta er ekkert hokki í augnablikinu, þetta er bara... Og þreifingar svona. Já, en það er ekkert hokki í gangi ennþá, þetta er bara... Eva Karvels þarna. Sara Smiley kemur í hjálpina. Sendir henni út, en þetta er ágætis tilraun á Kolbrúnu. Eva er hann inni með Kolbrún hirðir hann upp. Þarna fær hann yfir á Guðrúnu Viðarsdóttur. Sem þeir aftur fyrir mark. Sali róli með hann, Anna. Sara Smiley yfir á Herborgu. Hún skautar inn. Herborg er hann inn á leiðtónum. Silvía. Þarna kom hjálparvörðin. Stilur þessu. Flott hjá Silvíu. Leitar að Silvíu vantilega. Nei, hún setur hann bara í vardamann. Vardamann Tyrkja gerir vel, blokkar skotið hana. Já, nú finnst mér íslensku stúlkurnar vera að þyngja sóknina örlítið. Já, þetta er aðeins, það er vardamann að setja í annan gír hana. Já. Ágúst ber hann út fyrir Tyrkland, kemur hann fram en Saga Blöndal hirðir hann upp þar. Við heldur ekki hana. Saga Sali róli á pekkinum. Berglind. Nei. Ragnhildur með misheppnaða sendingu á Berglindi og það er engin hætta þessu á Tyrkjunum ennþá. Nei, ekkert skot komið á mark. Nei. Hilma Bergsdóttir kemur hann út fyrir. Það klára skiptinguna og þá er íslensk sókn. Já, það var næstu í brot hana. Sigrún pressar Jónína Já, flott í Jónu. En það er mest spilað inn í varnarsvæði Tyrkja núna. Þessu stundina Alexandra heldur pekkirum. Droppar á sögu. Saga Jónínu. Þær eru bara að koma á löpunum í gang, það er greinilegt Bjössi. Það er svona ekki komin alveg fullt power í þetta. Nei. Þetta er svona flosur hún í pressunni og þetta er íslenskur pökkur ætla ég að segja, en hann er svona jú. Hann er náttúrulega framleiddur í Tékklandi þessu. Já, Annarsson heldur honum inni. Bara ekkert að frétta þarna. Jú, byrjuði Sara Smiley. Sett hann á markið bara. Beint á markmannum, hún tekur þetta öll. Nei, herru, hún heldur áfram. Herru. Markmannurinn heldur svo bara leik aftur. Það var kannski ekki alveg rétt að
rétti tímapunktur sem hendur svo í leik bara hana með Söru beint fyrir frá sig. Sera Dogramassi hérna hélt honum stund en lét hann svo frá sér. Sara Smiley var eins og úlfur hérna fyrir framan í slátinni og markmaður Tyrkjanna spilar einmitt í Ástralíu. Já, Sydney Sirens, hún ein af spila erlendis. Já. Hanna, gott skot. Gott yfir markið hana. Og Sunnu Björgvinsdóttir. Nú að koma aðeins grimmt í þetta. Já. Saga heldur honum inni. Nú erum við farin að Sjá taka þetta, Tyrkjum. sjá þetta upp og hvað verður þessu? Kemur skói! Hans er inni! Hans er inni! Já, hérna, já. Það var Silvía Björgvinsdóttir. Með bakhöndin. Backhender. Þversláinn innri, eins og við segja. Silvía Björgvinsdóttir, ég sá ekki alveg hver átti stóðsendinguna. En þetta var Saga Blöndal hélt honum inni þarna og svo datt hann út á ramman. Hirti hún hann ekki bara upp á rammanum og kláraði þetta sjálf? Mér fannst Herborg vera þarna á rammanum en ég ekki alveg. Spurning hvort við fáum endursýningu hana. Já. Það er spurning hver sendir á hana. Hún heyrði þetta bara upp á rammanum. Já, Silvía. Þetta var hennar þriðja mark á mótinu að minnstakosti, já. Það eru bullandi vandræði hjá Tyrkjunum. Sjáu þetta! Nei, Saga Svona maður næmur sko. Sjáu þetta hérna. Það var Saga sem að skaut hana frá blálínun og niður í horn á Silvíu. Já. Og hún fór þaðan alla leið eins og þau segja. Sjáu þetta. Ekki eftir guðrunu. Dömpar hún inn, skiptir. Og kemur Silvía markaskorari hérna og pressar á hana og hefur betur. Pökkurinn yfir ramman. Já, pökkurinn fór yfir ramman. Hann er hress og gátur á bekknum. Já, Ari Leirunesti fekk hann í ennið þannig að hann fór yfir ramman, pökkurinn. Máttu hann ekki við því kallinn. Skánaði hann ekki við það en það er uppkast rétt fyrir utan varnarsvæði Tyrkjanna. Sunna Björgvinsdóttir klári í það, hún vinnur þetta Bjössi. Já, svona einhverju leyti. Já. Silvía heyrðir hann upp og sendir. Það er hann að sendi yfir að Herborgu þarna. Mikil harka núna að færa þessi leikinn. Silvía bara lappar hann í gegn. Pökkurinn er laus en þá. Þarna kemur hann. Suss. Vel varið hjá Sera Dogramassi en það er bara stórskotar í þennan núna. Íslenska liðinu, Herborg. Vel spila hana hjá stelpunum. Þetta var nóg þarfið á Sunnu. Hún er bara svo sterk. Já. Sunna Björgvinsdóttir. Það er bara þannig. Hávaxin og sterk og það þýðir ekki að vera með eitthvað. Vettlingatök. Það þýðir ekki að vera með vettlingatök á móti henni. Þannig að hún bara skauta hana niður og eins og Björni sagði, sennilega er þetta illegal hit. Illegal hit. Við spáum því. Ísland 1, Tyrkland 0. 12 mínútur og 28 sekundur, fyrstu lótu. Og heimsmeistaramótið í hockey. Cross-checking. Það er bara cross-checking, Bjössi. Ég held að þetta sé glórulegs dómur. Þetta var nú bara tækling, eða ekki? Já, hún er. En hvað veitum við? Nei. Við erum ekki dómarar hér. Nei, kannski sem betur við bara. Það kemur skot, bara á blálínunni. Birgir niður ís. Og Birta ver hana. Birta ver þetta vel. Það er ekki bara fyrsta skotið sem hún fær á sig. Jú, Ebrar Osku. Hún skaut hann á markið. Við erum bara komið sóknina einu færi. Það er að koma bara full pressa á þetta, Jónína. Guðrún Viðars hendur sig upp ramman þessum Brynhildur í baráttunni þannig að hún út úr vel gert. Já, flottur Bryndi. Við finnum í skiptingu. Finnum aftur inn og bara stýrin upp með ramman. Hún skorar ekki þaðan. Ilkim Anna Sonja. Það er ekki hendan út.
róleg Já, þarna já, sko. það er ekkert stress. 50 sekundar eftir refsingunni okkar. Anna gerir þetta skynsamlega bara. Tefur tíman í rólegheitunum. Það er ekki séns þarna. Nei. Ragnhildur. Gert. Já, fínt. Það ná aldrei að stilla upp. Nei. Það er tyrknesku. Þær hafa ekki verið sterkar í powerplayinu Nei. af því sem ég hef séð í þessum leikjum. Það virðist vera ekki mikil tími, það er ekki verið eða mikil tími að æfa það sko. Þú sé, hann má hækka aðeins í okkur. Örlítið. Má það bara? Já, það er bara þannig. Þeir vilja hafa aðeins herri í okkur. Eva Karlsdóttir í baráttunni þarna. Selín þrumar honum inn. Kolbrún þrumar honum út. Sara Smæli reyndar, hirði þennan pökku. Nokkuð auðvitað. Fer létt með það reyndar. Hún er bara svona kóstaði hann inn. Nei. Tyrkneski maður fór bara ekkert í hana. Nei. Leik maður. Sunna og Sara Smæli. Sara Smæli í hrú og hokki hérna niður í horni. Þarna kemur sendingin. Flott sending. Sara nær á náttur hana. Sendir upp í slottið, þar er engin. Nei. Við erum aftur 6 inn á hana. Betul ber hann inn fyrir Tyrkina en Silvía Tekin að stað. Björgvinsdóttir er komin á ferðina og Fast skot og bökkurinn er laus! Já, og það er númer 12. Það er Sunna. Það er númer 12 Teresa Snorradóttir sem mokkar honum inn hana. Kemur reboundið. Silvía átti skotið á markið. Sara Dogromaci ver það en kemur Teresa á ferðinni og hamrar hann inn og það er 2-0 fyrir Ísland. 2-0 fyrir Ísland. Góður Hálsal. Komið þið sæl og blessuð. Eins og Jón Ársæll myndi segja. Já. Komið sæl og blessuð. Þetta er frábær byrjun. Frábær byrjun. Tæpar 10 mínútur eftir fyrstu lotu og við yfir 2-0. Alltaf koma þetta í gýrin hjá stúlkunum okkar. Það er hérna var aðeins riði í þessu byrjun. Svolítið þungar að stað. Já. En þetta er svona, já, þetta er að færast aðeins meira fjöri í þetta núna. Eva Karlsdóttir kemur hann inn og Alexandra pressuð hana. Leikmann nummer 17. Ebar. Ógús. Sjáu ég Alexandru, Sterk á hún er ekkert að fara að gefa sig hann neitt sko. Nei. Aldrei hættu. Birta Helgudóttir. Það er lokað í kvöld. Það er bara eins og... Það verður ekkert seldur ís í þessari búið í Nei, kvöld. þetta er bara eins og gamla Geilahöllin, hún er lokuð. Það er bara þannig. Koma ferskarlappir inn á Anna Sonja. Kemur hann inn. Upp á bláu þarna, nei. Á markið með þetta. Nei, kemur. Mér finnst hérna svo tyrkneska í markinu ekki alveg, hún fer bara niðurbjössu og býður, hún er ekki alveg með pökkinn á hreinu sko. Það getur ekki verið erfitt að standa marga fyrir framan hann og sjá pökkinn, þá kannski beygja hún sér niður og reynir að... Já, en sko við erum að fara að skora úr reboundum í kvöld, það er alveg pottitt ef að... Þannig að það er bara að láta skotin dynja á henni sko. Já. Það getur að spila hjá Tyrkjum sem að kemur honum út og Betul Ragga sækir þetta. Ragnhildur alveg gjörsamlega með þetta. Það er Betul aftur. Með ágætis lúmska sendingun. Anna Sonja stendur fyrir henni, stendur í skotlínunni. Klossson dömpar þessu inn, það fara í skiptingu. Guðrún Viðarsdóttir niður í hornið, pressar þetta. Sara nær honum, hendur hún tilbaka.
Guðrún með sendingu fyrir en enginn þar. Sara, nei, Eva. Spurning á hvernig hún ætlaði að senda hann eiginlega. Eva er ennþá í baráttunni. Sendir að Söru. Smiley. Snýr hann af sér hann, góð sending hann. Tekur hérna hálfa Russian delay nýri hodni. Það er stelpunum með að duglega að keyra á markið þegar skotin koma. Hún er að mikið rebound hjá henni. Kraftinn í Kolbrúnu, hún pressar á þetta. Silvía dampar hún með fyrir sendir. Vel send hana. Teresa. Ég er ekki alveg viss að Teresa hafi verið í þessari línubjössi í síðasta leik. Hún var ekki að spila þarna með Silvíu og Herborgu. Nei, hún er nú varnarmaður. Sunna skiptir nú bara við hann annars verið. Er það? Já, ok. Það hún skoraði á hann og var svo komin fyrir frá marki núna. Já. Æ. Þetta var... Hver er að fara út af? Interference á Silvíu. Þetta var glórulaust brot hjá henni. Já, sá þetta ekki. Hún bara slæri kylfuna sem liggur hana niðri. Kannski á Eiríkur það í mynd herbygginu. Endursýning á brottinu, Eiríkur. Tækni tröll. Grænlenski tæknimaðurinn. Við erum með mann frá loftstokka þjónustu Eiríks hérna í tækniherbygginu. Nei, hann neitar að sýna okkur brotið. Það eru endursýningar þar á 3 ára fresti. Fín pressa hana. Það er líklegt að hún fái sekt fyrir þetta hjá liðsfélögum sínum. Það er í sektasjóðin, Silvía. Já, líksett. Ég sá þetta ekki. En fyrst að Björnin segir að þá lítur þetta að vera glórulaust brot. Já, bara algjör óþarfi. Já, en sjáu hvað Tyrkirnir eru að gera núna. Það er fleygja frá sér bekkinum. Sömuleiðis við. Já, við erum aðeins í sömu. Jájá. Við hendum þessu út fyrir. Jájá. Hanna. Þarna. Flósurinn ekki alveg nú snögg að fatta þetta. Við pressum á það, þetta er flott. Já. Hanna, vel gert til Flósurinn Hanna. Það er ná engu sko. Nei, Alara fyrir Tyrki. Þetta er bara að henda eitthvað út í loftið Hanna. Þá er það komnar inn fyrir. Það verður þessu kagla með misefnaða sendingu út á bláu. Það var enginn. Hún spilar í Kanada þessi stúlka. Já. Toronto Rockets, takk fyrir. Jú. Sera í markinu kemur þessu nýju hotn og Tyrkinni byggir upp sókn. Spila með eldflögunum. Já. Hún er spræk hérna nú með 24, Bjössi. Já, 24. Já. Hún er spræk. Betúl. Hún er mjög spræk. Númer 24. Já, ef við pössum okkur ekki þá er hún að fara að skora. En 13-12 sekundar eftir af brottvísun. Þær hafa ekki náð skoti á markið í powerplayinu. Nei, það hefur enginn tekið eftir að Tyrki segi í powerplayi. Þetta er bara máttlaus. Jæja, þetta kemur nú skotið. Þetta er framhjá. Já, fór langt framhjá. Og Birta Helgudóttir las þetta. Vel gert hjá Sögu, hann sterk á kilvunni. Sara Blöndal. Barðunni þarna. Og það er labba inn nummer 24 Bjössi. Já. Hún er sjóðandi. Betúl sendi hann yfir á Betúl. Það er skemmtilegt að segja frá því. Það er heita sama nafni, nummer 3 og 24. Eða fornafni allavega. Það vil oft verða að liðsfélagi bera sömu fornöfn. Það er ekkert að frétta. Stúkan er að detti í gangi í róleitunum og það kemur hættulegasti maður Tyrkja. Betúl Tækar, hún er búin að vera langhættulegust núna síðustu 5 mínúturnar. Já, nummer 24. Herborg Geirsdóttir
Kemur þarna inn, hún nú 1 á 4, Tyrkien kemur skot á bara markið og það rebound aftur og Herborg aftur og Herborg í stöngina og Herborg við 3. skotið. 3 skot á hann Já, Sera Dogramatsi hérna að halda Tyrkjanum inn í þessu. En Herborg 3 skaut þarna áður en nokkur fattaði að hún væri á svæðinu. Tyrkinin stóðu bara eins og keilur. Og þetta var býsna gott hjá ungu stúlkunni Herborgu Geirsdóttur. Þjálfari Tyrkja brjálaður á bekknum. Hann búinn að vera alveg síðan að það byrjaði leikurinn. Hann farin að held ég að taka gott skot frá Ragnhildi. Undirbúa hárblásarinn í leiklið held ég. Það bara Betur kemur hann að keyrir á dómaran og Býttu, hún meiðist eitthvað. Misti báða hanskana og kilvuna þegar hún keyrði á dómaran. Það náttúrulega bara eins og Sæmi Leifs hefði verið að kenna þessum dómurum. Þeir standa náttúrulega bara í línun alltaf með mannskapinn. Já. Svolítið sérstætt en Enda á bara að skauta fram hjá honum. það var kannski farið á auka námskeið hjá Sæmundi. Hver veit? Og það er uppkast rétt fyrir utan varnarsvæði Íslands. Lítið eftir að lotunni 2:25. og við eigum hana skuldlösa. Gætu verið hæglega búin að bæta við 2 mörkum í viðbót. Já, og mér finnst einhvern veginn eins og stelpunar eigi inni alveg í 1 gír sko. Já. Það er ekki Sæmi hraði svo var í síðasta leikjaðan. Nei. Sem er bara gott nóg. Eva Karvesdóttir þarna. Og Hilma, missir hann út. Þetta inn. Þetta er nauðvöld hjá Tyrkum. Já. Hilma Bergsdóttir pressar á þetta. Það er ekkert að frétta. Guðrún dömpar hann inn og kemur. Já, ég tók högginn. Já, Sera Dogramatsi hérna. Með fína vörslu. Við erum ekki búin að vinna uppkast í leiknum, Bjössi. Nei. Það er svo svo. Það er allt í lagi. Við erum 2-0 yfir, skiptir ekki öllum máli. Gott skot hjá Hilmu þarna. Já, en sérðu, hún er alltaf með rebound. Hún lætur alltaf, hún gefur alltaf annan séns, sko. Vel gett hjá Evu og skot! Gott skot þarna, hún sem hún ver en missir. Já, Sera hirðir þetta upp. 1:25 eftir þessu lotu. Fín sjókn á Íslandi. Gott þannig, gott skot. Þannig að kannski má standa fyrir framan hana. Já. Þetta er 3. leikur Íslands á mótinu. Það töpuðu fyrsta leik á móti Ástralíu. Og við erum búin að gleyma, hún er heimleik bara, Elli. Unnu svo Nýja-Sjáland. Og eru með fínt hald á Tyrkjum í augnablikinu. Hún er að grípa þetta allt núna, hún hefur heyrt í okkur, Elli. Hún er hægt að láta frákvæmstin fara sér núna. Já. Það var bara að vinna þetta uppkast líka. Já, glæsilega. Flósrún heldur pekkinum þarna, Annarsson á rammanum. Lokar á hana. Annarsson fer bara djúpt. Flósrún heldur bara áfram. Já, við spilum þetta bara hérna. Fínt spil. Góðu snúningur hérna, Kolbrúnu. Kolbrún með. Þetta er bara skot. Það er rebound. Já. Kolbrún með fína sendingu og Ragnhildur. Þetta var alvöru slags þarna. Ragnhildur nær ekki í pekkinu, en Annarsson kemur inn í þá. Tekur þarna wind up. Settu of mikið púður í þetta. Pökkun hór ekki með sko. Ragnhildur heldur honum inni og hann er ennþá inni. Vel gert á stelpunum. Já, það er frábært. Og sending hana. Brynhildur. 18 sekúndur eftir. Skot á markið! Fín! Hilma Bergsdóttir! Fyrsta markið sitt. Hilma Bergsdóttir! Það kemur rebound Bjössi aftur
Hún hamrar hann í skeytin. 3-0 fyrir Ísland. Hilma Bergsdóttir að skora sitt fyrsta landsliðsmark. Segi og skrifa, þetta var bomba. Þetta lán í loftið, það eru búin að vera í nánast 2,5 mínútu inn í þeirra svæði. Já. Gullfallegt mark þarna. Og þeir fiskar sem róa, beygja þarna róleg, droppa út í svæðið Og lagðan. Já. Hilma unga árum, fædd 2004. Glæsilegt, vel spilað. Og Bjössi, þú kannski rennir rólegið með markaskoruna eða var það eitt markið viðbúið kannski í lotunni? Ég sko klára lotuna. Já. Frábær lota hjá íslensku stelpunum. 3-0. Gæti ekki verið betra. Þær voru lengi í gang. Það tók þar 10 mínútur að komast í gang en þegar það hrukk í gírinn þá allt inni. Það eru markaskorarar. Fyrsta markið var Silvía, án stóðsendingar. Annað markið Teresa með stóðsendingu frá Silvíu. Og þriðja markið skoraði hún Hilma Bergsdóttir með stóðsendingu frá Guðrúnu Viðarsdóttur. Ég samþykki þetta en ég segi klárlega Saga í stóðsendinguna á Silvíu í fyrsta markinu. Annars þetta samþykkt. Já, ég vil ekki bara segja það. Það er bara þannig. Og vel spilað hjá okkar stúlkum. Ungar stelpur búin að vera að setja mörk í þessum leik. Nóg eftir 2 lotur. Og það er bara... Það er kaffisópi núna. Þrefaldur kaffibolli og... Svo komum við aftur. Koma á vörmuspori.
Það glimur í trommum. Jassari. Þá fyrir önnur lóta að hefjast. Og fyrir þá sem voru að koma að Imbanum. þá sem sagt Ísland, Tyrkland að leika. Staðan 3-0 fyrir okkur Íslendinga. Jassari. Og okkur líkar það ekki illa á móti stórþjóðum eins og Tyrkland. Nei. Það allt í reiðu. Gleðin að hefjast á ný hérna í skautahöllinu á Akureyri. Og við vinnum þetta. Já, Vinnur Uka sem sendur á Sögu, Saga sendur á Teresu, Herborg, Saga. Eftir komnar einhverja 10 sendingar hérna. Gott skot hjá Sunnu Björgvins. Silvía hitti það svo upp. Hún ennþá með pökkinn í róli hitt honum. Hún ekki hægt að þræða hana nálina. Nei, Saga blöndar heldur í sinni. Sunna Skýli vel pekkinum hana. Það mátt kannski henda honum upp á varnarmanninu bláu hana. Það voru alveg á báðar. Þetta illa átt verða svona með sóknarmennina. Já, það nú þannig. Við þekkjum það nú, gamlið varnarmennina. Já. Sóknarmenn oft með svona sjónblindu. Já. Öðru megin. Maður hélt nú stundið að maður var að spila með Rúnar F. Hann væri ekki með augu. Sara Smiley. Með fínt skot. Og Sera Dogromanci. Ekki neinu vandræði með það. Yfirleitt þegar Rúnar fekk á sig, skráði á sig stóðsendingar, það var það bara eftir að hann hafi skotið á markið, sko. Eða einhver skaut í hann. Já. Það einhver tók rebound frá hans skoti. Hann var með 3 stóðsendingar á ferlinu, kallinn. Og 2 þeirra voru óvart. En við höldum áfram í leikinn. Sara Smiley þarna, stingur sér inn fyrir. Óeigingjarnt og sending og Sara Smiley sendi þarna fallega sendingu yfir á Kolbrúnu og Kolbrún skaut á markið og Sara kom svo inn í Vel varið hjá henni hana. Anna. Anna gerði þetta rétt, hún beið þarna í smá stund í staðinn fyrir að skjóta í belginn á tyrknesku stúlkunni. Þannig að spila hana smá darradans. Það var tyrkneska markið sem betur fer var Basak. Ekki betur staðsett en þetta. Nei, hún var bara nýkomin inn á með kaldanlappir. Og Ísland kemur þessu út. Já, við stelum penginum hana og það er skot. Aftur! Munaði litlu þarna. Berglind kæmi þessu bara alla leið. Hilma hendur í sinni horn, fáum skiptingu. Flott skiptingu. Það byrjar pínu svona eins og fyrsta loka eða hvað? Það er erfitt að komast í gegnum. Já, það er fleygja þessu svolítið frá sér. Kagla sendinguna hana yfir og þessi drífur ekki alla leið. Sigurjón
Kristín endurvökinu og pössar á varnarmann Tyrkja. Sunnas yfir á Silvíu. Silvía sendir hann og Sending hana. rétt framhjá. Vá, þessi var nálægt maður. Já. Sunna Björgvinsdóttir næstum því búin að koma Íslandi í 4-0. Herborg í baráttunni og ekkert úr þessu. Teresa markaskorari sendir hann yfir á. Það var að Silvíu á Sunna. Keir í sóknina. Silvía skýtur bara. Framhjá. Það var rétt framhjá. Ræsing. Þá með plökkunum djúpt í varnarsvæði Tyrkja. Laga treyjuna, þetta getur skipt öllu máli. Skot hana. Nei. Fínt skot frá Ragnhildi en lendi bara í húinni. Og þarna kom fín skyndisvörn á Tyrkjum sem að rann svo út í sandinn. Flosur hún, heldur þessum bekki. Hún skýtur á markið. En enn sem áraður Sera Dogromaci hana ekki nokkur vandræði með þetta. Skoti beint á hana. Við höfum kannski getað gert aðeins betur hana. Við vorum komin 4 á 2 hana. Svona pínu ef og hefði sko, hún er búin að vera shake í markinu líka. Hún gat alveg dottið rýpan bara beint. Það er kannski mátt koma einn sending hana yfir. Það voru alveg samanlega. Hanna! í staðið fyrir að skjóta bara beint í hana sko. Sara Smiley, skot framhjá. Sara gefur hann út á Ragnhildi. Ragnhildur. Nei. Góð barátta hana. Betul Tuna. Flosum sendir hann yfir. Og Ragnhildur með fallegt ristskot hana. Sem varnarmaðurinn tekur bara á sig. Skoti í dómarann. Þeir eru ennþá í læri á Sæmar Leifs, dómararnir. Ragnhildur yfir á Evu, yfir á Hilmu. Fallegt spil núna. Hilma með skotið! Þessi sástu þetta skot? Geggjað skot. Snert í stöngina. Og Eva Karolsdóttir hleypir þessar ekki langt. Það er alltaf íslensk stúltar þegar pikk upp pökkinn þegar eitthvað klikabjössi munar einhver smá. Það er rángstæða. Flott spil. Og þetta er og það er hinn besti leikur. Það er gaman að segja frá því að þjálfari Tyrklands hann spilaði á móti karlalandsliði Íslands árið 99 í Suður-Afríku og líka í Reykjavík 2000 spilaði þar við hlið Siplak nokkurs sem var aðalmaður Tyrkjana þar og Ísland hafði betur í bæði skiptin. hafði betur í bæði og Ísland gersigraði þá í Reykjavík árið 2000. Ég held að það hafi bara verið 10-0 eða eitthvað. Jú, það passar. En þar var kappinn sem er búinn að vera svo brauðrist á bekknum síðan hann byrjaði í dag. Algjörlega funheitur kallinn. Búinn að lesa öllu stykkið. Hvað gerist þarna? Pikkum þetta upp á fínt! Fín tilraun hana. Ragnhildur kom skautandi. Flegiferð. Báði varnarmenninu voru komin inn á marki. Já. Og fyrir Tyrkland þarna Diarra Loppas kemur hún út. Og það er fínt að halda Birtu Helgadóttur aðeins heitri í markinu. Það hefur ekki verið mikið reynt á hana í þessum leik. Nei, ég finnst að vera bara frosinn föst í tegnum hana áður en skotið kom. Það er rosalega erfitt að vera kaldur markmaður þegar að breakaway kemur. Það skyndisóknin mætir allt einu. Já. Og Melissa Melissa Figelini fyrir Tyrki vinnur þetta uppkast en
Birta Helgudóttir ver þetta í markinu. Dómarinn ræði við hann og biður hann að slaka á. Aðeins að Hún hafi ekkert efni á þessu. Það eru alltaf tilfinningar sem fylgja Jújú. þessum leikjum. Mikla tilfinningar. Hanna Silvía vinnur þetta aukast. Sunna geysist inn hana. Dómarinn að þvælast fyrir henni en skilur hann eftir fyrir Silvíu. Silvía með í gegnum slottið en Sunna aftur. Rosalega gaman að sjá hvað eru yfir á pekkinum og rólegar. Það er dómur. Á. Hún gat ekkert annað gert hana. Þetta er interference dómur. Við samþykkjum þennan dóm. Elli, hún gat ekkert annað gert. Teresa, hún er að fara í bóksið. Teresa Snorradóttir, Interference. Númer 12. Hún er með 1 mark hérna í kvöld en fær að hvíla sér núna í 2 mínútur. 12 mínútur 24 sekundur eftir annari lotu. Ísland yfir 3-0. Þannig viljum við hafa það. Við erum ekkert að fara að gefa það eftir þó að Tyrknex og stúlkurnar séu 5 næstu 5 mínúturnar. Nei, 2 mínúturnar. Við vinnum uppkastið. Flósur hún hirðin. Það er skot. Gott skot! Við sáum þetta seint og Birta. Já, flott skot frá bláum maður. Já, mjög gott skot. Það er gunnarlega að skjóta þessa tyrknesku. Alara Lokbass hérna með hamar frá bláu. Hún er kölluð Lokbass hamarinn. Já, sjáðu, hún getur skotið þessi stúlka. Hún horfir. Já. Hún er örugglega að spila einhvers annars staðar en í heimalandinu, Bjössi. Númer 12. Já, ég spái því, hún er það góð. Hún er bara að spila nú bara með Gummus pattanleg. Það er bara þannig. Hörkuskot maður. Meistaralið Gummus. Já, akkurat. 7-faldi meistari Tyrknesku deildinni. Og þá er það byrjar Tyrkland sóknina og þessi sókn komst ekki langt. Ragnhildur Hendur þessu bara markið eftir leið. fínt skot á markið. Fer í skiptingu. Tæp mínúta eftir að killinu hjá Íslendingum. Kristín stoppar þetta hana. Þá fer stúkan að kalla eftir marki. Vilja fá fleiri mörki en leik hjá Íslandi. Og það er frábær skemmtun fram að þessu. Það er tyrknesku ná ekki að koma sér í svæði. Nei, það er ekkert að frétta þessu powerplay þarna. Það hefur ekki verið. Og þarna Betultækar ennþá með pökkinn fyrir Tyrki og sendir hann hana fallega sendingu yfir á. Flott skot hjá henni númer 4. Já, flott skot hana Sema Guðun. Fínt skot frá Lóu. Nei, og hvað? Leikmaður Gens Ankara. Já, Meistaralið. Sunna og Silvía með fína pressu hérna. Góð sendingarna upp. Já, Á Betul Tuna sem missir nú pökkinn. Já, og núna kemur einhver sprengikraftur þannig. sjáðu Sögu Blöndal. Kom á ferðinni en náði ekki alveg að fá sendinguna aftur. Alexandra róar þetta niður. Sendir hérna tæp sending hjá Sögu. Já. En allt í sómanum. Ef maður tekur slæmu sendingarnar þá er gott að gera það á réttum stað og Saga gerir það í öllum tilvikum. Það er æsing. Það liggur mark í loftinu.
Við erum að setja hann í 4-0 hérna. Það eru 9 mínútur eftir á þessu lotu. Ég held við séum að fara að fá 1 íslenskt mark. Mér finnst bara að það kom hérna í þreyta í Tyrki. Þær eru að senda bara aftan í hælan okkur annari og eitthvað. Þetta er ekki að batna hjá þeim sko. Þannig að ég held að núna vantar okkur bara eina góða sendingu. Og þá er hann inni, næsti pökkur. Kemur Silvía á ferðinni. Flósur hún fylgir henni og Silvía. Það verið netið. Já, þessi voru yfir. Fór í varnamannu yfir held ég. Já, það er uppkastin í varnarsvæði Tyrkja. Bjössi, Ísland á fleiri leiki eftir á mótinu. Já. Það er eitthvað framöndan. Veistu eitthvað hvernig næstu leikur er? Næsti leikur er á morgun. Yes, sorry. Klukkan 8. Annað kvöld. Við hvetjum að sjálfsögðu alla til að koma í skautavellinum þá og fylgjast með þessum glæsilegu stúlkum okkar, spila skemmtilegt og flott hockey hérna. Já, annað kvöld klukkan 8, það eru Króatarnir sem við ætlum að spila við. Já, það verður skemmtilegu leikur. Ég get lofa því. Og svo kemur frídagur á föstudaginn og svo lokaleikur Íslands er á laugardaginn. Já. Þá spilum við Úkraínu og það er klukkan 5 á laugardaginn. Já, aðeins 4 og 5 á laugardaginn. En leikurinn á morgun klukkan 8. Já. Sjáum við sér, þetta liggur í loftinu. Íslenska hefðin er miklu grimmar í augnablikinu. Það er hendur sem bara komið upp í loftið Tyrkinni. Já, sjáu þið, Hilma Bergsdóttir. Kemur ekki skotinn þetta alveg. Guðrún í baráttunni. Og Hilma. Já. Og Eva Garvels. Ekki nokkuð vandræði með þetta. Guðrún Viðarsdóttir, varnarmaður. Við bara inn. Vissir hann á rammanum. Og hún snýr hann af sér. Já, þetta er örugt. Allt saman örugt. Sigrún Arnardóttir. Hollróleg á pekkinum hana. Fullróleg. Nei, þetta er allt í sómanum með þá. Tyrkinni. Vel spilað þarna hjá Tyrkjum. Máttlaust skot. Íkim Ungrún. Dreif ekki á markið. Og Smugun að passa okkur í skiptingunni þarna. Þarna. Sigrún heldur áfram. Fín baráttu á Sigrúnu. Saga heldur þess inni. Skýtur honum djúpt niður í horn. Og Tyrkin dettur bara þarna. það er mega bara ekkert að nálægt henni Sunnu Björgvinsdóttir. Þá liggja þær bara eins og áburðarpokkar þarna með Mats Svell. Herborg Henderson. Sunna Herborg. Pressa djúpt. Kemst inn í þetta en Saga. Húsak með pökkinn, keyrir inn. Já, vel gert Húsak. Og hún er eiginlega ein hana, engin til að senda á. Það væri oft betra svona að hafa einhvern sem senda á oft á tíðum. Sérstaklega þegar þú á móti 5. Það er ekki verið að hafa einhvern með sér í bakkuppi sko. En við veitum nú hver myndi nú ekki senda þótt að væri á móti 5. Þetta er máttlaust hjá Tyrkjum. Teresa sendir henni yfir á Flósurnu. Flósur róar þetta bara. Ekki ástæði þess að stressa þetta upp eitthvað. Teresa Keyrir af stað. var bara með hann yfir. Já. Sendir á Kolbrúnu. Þarna Kolbrún! Rétt framhjá og rebound Kolbrún! Nei! Glæsilega varið þarna hjá henni. Hasek markvarsla hérna hjá Sera Dogramanci. Kasta sig yfir Já, hana í hérna. reboundið. En frábær sókn hjá Kolbrúnu. 2 falleg skot og bæði varinn. Ragnhildur setur þetta bara djúpt í róliheitunum.
Kolbrún heyrði það upp og gefur þetta baksendingu blind. Enginn í slottinu, skyndisjókn hjá Tyrkjum. Þetta er Lara Lokbass. Já, það er vinkonaðinn Lokbass-Bjössi. Hún er 1 á móti 5 hana Og ekkert gengur upp. Nei, þetta er svona, Já, byttur og við. ekkert á þetta. Nei, það var ekkert þetta. Standi í lapirna bara. Það er svolítið erfitt núna. Það kemur Ragnhildur. Skautar bara af stað með hann. Það er enginn sem að eltir hana. Hún gæti verið ennþá rólegur á pekkinu bara. Þurfti ekkert að drita hún frá sér. Og Lokbass kemur þessu út fyrir. Hilma. Sjáu þið kraftin í Hilmu. Tekur 2 hann í bakari. Og enn er Hilma að stoppa það hana. Það er bullandi vandræði hjá Tyrkjum. Eva Karvelsdóttir tekur inn að hann og smýr hann á ramman. Hún er rekin út að Hún var eins og kavíar á rammanum hana stund. interference. Guðrún Viðarsdóttir. Guðrún Viðars, já, ég meðast það Eva sem að tekla hann annað niður en. 3 mínútur eftir á lotunni. Já. Það er Eiríkur loftstokkaþjónusta Eiríks ætlar að setja í eina endursýningu hérna. 5 mínútur seinna. Já. Og þarna. Já. Við vonum að hún hafi ekki meitt sig mikið þarna. Basak. Leikurinn heldur áfram. 3 mínútur eftir af annar lotu og stúlkuðan okkar að dóminara í annar leik. Það eru með hann algjörlega í hendi sér í augnablikinu. Lítil hætta múin að vera. Já. Það eru ferskar þarna hjá Tyrkjunum númer 14, númer 24. 24, já. Betul Tækar og Melissa Figelini. En aðrar hafa minna sýnt sig og þær vilja fá dóm á þetta. Það er tyrknesku. Teresa tók hana niður. Gerði það bara virkilega vel. Já. Ekki mikkaðin og hittinn á bekknum hana á tyrknesku stúlkunum. Það er bara að farast fjöri í þetta Bjössi. Já. Það eru smá snertingar í gangi sem er bara gott. Ef þetta væri alveg snertingarlaust þá getur maður alveg sér að horfa á fótbolta. Það er náttúrulega niðurdrepandi. Já, það eru þín orð. Það er komað En svona 2 þarna á er 1. skyndisóknin. Þetta er stúlka sem við sögum ykkur frá áðan. Betul Tækar hana. Búin að vera langbest af Tyrkjunum til þetta. Silvía. Nei, það reynir að þræða of mikið hana. Fylgist þið aðeins með þessari stúlku. Hún er Eins og þau segja, all Swedish, no finish. Yes, yes. En Betul Tækar, við erum búin að spá henni í marki allan leikinn og hún var nálægt í núna. Birta Helgudóttir lék sér að þessum bekki. Og hana. Það er hendur sem bara inn. Birta, já, vel vakandi. Það geta verið trikk í þessi skotbjössi. Leikurinn bara heldur áfram. Koma fljúandi einhvers staðar. Og þarna. Sara með pökkinn. Róar þetta niður. Setur önnu. Já, sendir út á önnu. Sonni með slappara bara. Út í hotn. Já.
Flosserún er með þetta, sendir á Ragnhildi. Ragnhildur róleg bara, sendir aftur niður á Smiley. Og Smiley Snýr hann af sér hana. leikur sér að þessu. Kolbrún yfir á Önnu Sonju. Anna Sonja yfir á Kolbrúnu en við sem við sending aðeins. Hálf mínúta eftir. Anna Sonja heldur í sinni að sjálfsögðu. Flosserún kemur hann djúpt í svæðið. Hæg stig hana. Já, Það uppkast. það leikmaður nummer 2 hjá Tyrkjum. Hattis Dursun sem að fekk hæstig hana. Sextán, 17 sekundur eftir. Já, þetta er í hendi þessi lota. Svo er að sjá hvað tyrkneski þjálfarinn leggur upp í þriðju lotu fyrir þær. Það var rangstaða. Það var kolrangstaða þarna. Brynhildur Hjaltested, hún áttur reyndar ekki möguleika að komast út fyrir bara. Þær fóru það strax inn, eða hratt inn, fyrirgefiði. Og uppkastið Berglind. Berglind og Hilma í pressunni og Þessi loti búinn. já. Ekkert skoraðelli en svona Nei, nei. þægileg lota. Já, svona bara, þær eru bara að búa sig undir þriðju lotuna. Ég held að íslenska liðið setur í gírinn þar. Ég spái allavega 2 mörkum í næstu lotu. En fín barátta hjá báðum liðum í þessari lotu. Svolítið útarekstra á svona og Já. aðeins meiri harka í þessu og þá gleymum menn oft að spila sín á milli betur. Já, gleyma að skjóta markið bara. Þá verður þetta svolítið svona sundurlaust. En þetta er bara búið að vera hinn mesta skemmtun. Fín lota. Sléttir 1000 manns í höllinni og bara mikil gleði. Við ætlum að fá okkur smá kaffisopa og komum svo að vörmuspori.
Já, komnir í loftið aftur. búnir að fá kaffi. Já, það var kannski ljást að gera það í byrjun en við erum hérna í pontunni Elvar Jónsteinsson og Björn Már Jakobsson. Gleymdist kannski að kynna okkur. Já. Nú veit alþjóð það. Það er bara þannig. Þú voru náttúrulega að vita hver við erum. Já. Stelpudón okkar klárir í slaginn. Það er aðeins eitthvað við dómarann hana. Það er eitthvað voða gaman hjá þeim hana. Já. Fyrsta lína Íslands mætt. Herborg, Silvía, Sunna, Teresa og Saga. Allt er reiðu, leikurinn hafinn. Og Tyrkland vinnur fyrsta uppkast. Þessari lotu. Sunna hreinsa bara upp. Kemur hún út fyrir, ekkert vesen. Lara Logbas skýtur hérna í æsingu. Uppkast inn í varnarsvæði Tyrklands. Björnsi, ég spái því við vinnum þennan puck og setjum hann. Kolbrún skorar núna. Hún er búin að vera að bíða lengi eftir marki í þessu móti. Vel varið hérna. Seradogramachi. En þá sjóðandi heitt í markinu. Sjáandinn Elvar Jónsteinsson. Þetta var næstuð rétt hjá þeim. Munaði litlu. Þetta var eins og að vera á miðilsfundi. Þetta er svona næstuð rétt. Þetta er svona cirka. Bara að senda inn nafn og kennitölu og drífa sig á miðilsfund. Þetta er fín barátta af Söru Smiley. Kemur stóratölu pökkur þetta rúllandi inn fyrir og flosur hún. Sendir yfir að önnu. Lúmst skot hérna. Sema Guven. Lúmst skot á henni en hitt ekki markið og Raka snýr tilbaka yfir, nei. Raka tekur D2D sem er no-D. Sendir bara á ramman. Anna vissi pökkinn hana, það komast inn. Hættulegasti maður Tyrkja eða hættulegasta kona Tyrkja fyrirgefi. Kemur hann inn í en lendir í varnartröllinu Ragnhildi Kjartansdóttur. Á ekki möguleika. Tindur yfir á Brynhildi. Berglind. Hilma hennar til aðstoða í sókninni hana. Berglind er flott skot! Skot hana sem grípur Fínt auðvitað. skot! Dogramachi ver þetta. Jónína í uppkastinu. 3-0 staðan og Raggi Bjarna í útvarpinu. Agda getur ekki klikað. Nei. Blessuð sé minning hans. Jú. Munar litlu. Sigrún. Og við höldum við sinni. Saga heldur við sinni og Saga lætur bara vaða en heldur við sinni. Kristín yfir hana. Það er litla Jónína. Næða skotinu hana. Saga sækir hann, sendir yfir á Alexandru. Sníkir hann af sér. Flottur snúningur hjá Alexandru. Hendur þessu bramman hérna á Kristín Ingadóttur. Kannan segur við því að bróðir hennar Kristínar, Arnar Bragi, hann er læknir mótsins. Það er bara svoleiðis. Keep it in the family. Keep it in the family. Kemur hann að gott skot! Frábært skot! Kagla
Baktiroglu. Birna tekur þetta en þetta kom svolítið svona, hún var ekki alveg viss hvað hann var að koma eiginlega. Nei. Saga á Sunna í baráttunni. Silvía vill það ná henni. Já. Teresa kemst inn í sendinguna, les þetta vel hana. Sjáu þetta. Herborg stígur upp í hana. Vel gert, vel gert. Leikmann nummer 6. Það er hún Gagla Baktiroglu. Hún spilaði, já, eins og við sagðum á hann, Toronto Rockets. Herborg þetta með flottan snúning. Og kemur hann að skítur. Reynir hann að rappa ránt. Já, en lendi hliðanettinu og aftur fyrir Sara Smiley. Hirðir hann upp og... Nei! Varnarmaðurinn Tyrkja gerir vel. Ævintýraleg varsla þarna hjá Gogramatsi. Það er rángstað hérna út fyrir þetta menda, já. Kolbrún tætir hana fram. Flosur hún, heldur hún, nei, hann fer út fyrir. Og við keyrum inn í sónu aftur. Kolbrún pressar á þetta og sko, sjáu þið, hún hirðir hann. Hirðir hann upp. Hendur þessu bara hann inn í slottið. Já, sendir baksendingun í slottið. Sara Smiley. Hún er að trufla með hana. Upp á bláum með þetta. Sjáu þið þetta. Og settir nú eina stekkagerðin á þetta. Nei, skot í belginn. En þá er Betul tækar. Góð fyrir Tyrki. Góð barátta Söðli, hann er fyrir fram að marki á Íslendingunum. Betul með hann. Reynda að henda honum hann upp í slottið en Anna Sonja Jarsetti hérna. Basak Demirjól. Hún reynir eitthvað að tuska hann Söru til. Já. Sara Smiley. Hún er ekki að fara neitt með Söru. Brosir framan í hana. Enda heitir hún Sara Smiley. Björnin að reyta sér brandarana hérna. Já, og þetta er allt saman pro bono. Sjáu þið þetta. Hilma. Róleitin Guðrún. Guðrún yfir á Hilmu. Keyrir inn. Sjá, munaði litlu þarna en Eva nær að halda honum inni. Og þetta er sending fyrir framann og Hilma á sama stað áðan, munaði litlu og næði skotinu. Við höldum með sinni áfram. Guðrún kemur þessu upp djúpt. Það verður nú þess. Brynhildur og Eva hana. Þetta er út. Guðrún Viðarsdóttir skautar hennar uppi og hirðir hann upp. Hendur honum upp í nómenslandið bara sko. Það var enginn þarna. Nei, hendur honum aðeins frá sér. Hún miskildi þetta. Oj! Það var skipting í gangi. Og þarna. Hvað gerist þarna? Ógús með skot. Gott skot þarna. Birta tekur þetta auðvitað. Ebrar Ógús með fínt skot á markið. Það er ennþá lokað hjá Birtu. Hún þarf að laga legglífun hjá sér eitthvað. Já. Hún er ekki lengi að því. Já, nei, hún er ekki lengi að því. Gott skot þarna líka maður. Kagla Baktiroglu. Fínt skot. Jónína sendir en nær ekki alla leiðana. Kristín nær pekkinum hana á rammanum. Hún fer inn. Hún leitar að bláu síns mér, já. Ragnhildur. Sigurún. Hún horfir. Sigurún laumast þarna. Það er ekki skottinu. Jónína keyrir frammann. Við lokum strax á þær. Alexandra byggar upp hraðan hérna. Já.
Þarna sjáum við þetta, Og hann kemur Silvía að- kemur inn í Glæsilegt! þetta og það er gjörsamlega brúsin af bingo! 4-0! 4-0 Bjössi! Glæsilegt mark af Silvíu. Svona á að gera þetta! Setja eitt beint í andlitið með að skjóta á brúsan af markinu. Það þarf að sópa brúsan upp. Já, hérna, þetta pirra markmenn virkilega. Þeim þykir vænt vassbrúsa sinn. Þetta er ekki mjög vænt vassbrúsinn. Silvía Björgvinsdóttir skora sitt annað mark hérna í kvöld. Hirðir upp pökkinn bara. Já, flott spil hjá stúlkonum og frábær barátta hérna. Það eru konur í 4-0. Tyrknesku stúlkonar hafa ekki ennþá séð sólinni í þessum leik. Nei, enda vetur á Akureyri. Já. Sjáum við þetta Herborg! Virkilega vel spilað Teresa. Leggst fyrir hann að Tekur lokar hana. átta. Fleygir sér fyrir hann og ná ekki sendingunni. Þetta er máttlaust. Þetta er máttlaust af Tyrkjánum og sjáum við Silvíu. Hún vill Silvía 1 á 2 og hún heldur bara áfram. Og Kolbrún skautar hann inn á Silvía en Serhat Ogramadze með þetta. Gerir vel í markinu hana. 2 frábæru mörk hjá Silvíu í kvöld. Frábær leikmaður. Mikilvæg fyrir íslenska liðið. Það er alltaf gott að hafa svona markaskóra í liðinu. Já, hún er alveg óhrædd og tætir bara inn á markinu og setur henni í sammaran. Kolbrún vinnur þetta út á Röggu og Ragga með sendingu. Þetta var flott Góð hugsað hjá hugsun. henni, já. Góð í slottinn hana. Flósson stóð hann á fjarstöng í róleitum. Já. Ragga aftur Anna með kemur sendingu. Anna keirir inn, hendur sinn aftur, já. Kolbrún pressar á þetta. Fallegt spil Það ráða ekkert úr hraðan í henni. Góð barátta. Flósrún. Kolbrún 1 á móti 4. Og vinnur pökkinn, sjáu þetta! Þetta er nú slassing. Þetta var ekki neitt. Já. Margir inn á. Já, Þarna voru við heppin. já, Jón og Sam í kótilettinu. Steinsson Þeir eru ekkert sérstakir að telja upp í 6, þeir kunni upp í 5 kallarnir. Vel gert samt hjá Þeir eru Brynhildi að sjá það að snert ekki pökkinn. Þá hafði verið dæmt á okkur. Já, Vel gert hjá henni. og Skyndisson hjá Tyrkjum. Birta tekur þetta. Kakla með skot í stöngina. Kakla Baktiroglu, manna með skot í undan stöngina. Munaði hálsbreyta þessi færin. Það er stutt á milli Bjössi. Já, það má ekki líta af þeim. Nei. Þetta er bara aðeins að lifna hjá Tyrkjunum líka. Guðrún sendir hann yfir og Yfir með þetta, vel kemur spilað þessu hana. vel spilað. Skauta bara Sjáum fram við hjá henni. þetta. Gott skot hana. Vel varið, vel varið. Þú verður þetta keiri rýbándið hana. Já, Guðrún Viðarsdóttir ennþá með pökkinn. en varið. Á Það er lokað, línunni. vá, hann var á línunni þessi 10 mínútur eftir af þriðju lótu. Ísland 4, Tyrkland 0. Þetta er búið að vera skemmtilegu leikur að horfa á. Fín barátta, fallegt spil. Fullt stöngin maður. Já, hérna, Sigrún Arnardóttir að skjóta í stöngina. Við erum með það í nýju sína. Jónína Upp á bláum með þetta, nei. Jónína tekur hana Sami Lettinen move, fake move. Sjáu þið hvað Alexandra er lifandi. Ótrúlega gaman að horfa á hann að spila, sjáu þetta. Hún hefur kraftinn og svo mýktina, sjáu þetta. Frábær leikmaður, sjáu þetta. Gott skot. Virkilega vel gert hjá Alexandru Hafsteinsdóttur. Leikmann skautafélags Reykjavíkur. Já, virkilega góður leikmaður. Gaman að horfa á hann að spila.
Silvía vinnur þetta. Sendingin fyrir. Við tökum þetta. Ekkert Góð vesen. sending þarna. Saga afturinn. Sunna yfir á Silvíu og Silvía. Hún ætlar sér þrennuna, Eli. Já, Silvía tekur hann rétt yfir þverslana þarna. Sendir Upp á út á bláu aftur. Svo bara niður aftur, já. Saga. Látt að fara þarna, vel gert. Silvía lætur hann fara djúpt bara. Hún veit að Sunna á þetta. Það er enginn að fara að taka Sunnu þarna niður í horninu. Og Herborg í baráttunni. Silvía kemur og hýrfir þetta upp. En Teresa rétt missir þetta í gegn og þær koma á tvær. Tyrkneskog! Skot þarna hjá henni. Betul Tuna rétt framhjá. Ég er svona, Bjössi, það er ekkert endilega, ætlaði að sjá ekki markið, Tyrknesku stúlkurnar. Nei, getur verið ennum Það fyrir er að sjá ekkert það. endilega að skjóta á markið. Saga Blöndal! Þessi fór á markið. Við stoppum þetta. Já, þær eru alltaf fjórar í vörn okkar íslensku stúlkur. Kolbrún. Sjáu þér hraðan. Reynir sendingu fyrir. Út á bláu. Anna Sonja nær ekki haldur minni. Fekk vonda sendingu. En kemur hann inn fyrir. Og aftur. Rangstaða, augnablik. Ábyrgi Herupsson. Raka. Keiri bara inn. Kemur hann á, tætir þær í sig og skot á markið. Ragnhildur aftur fyrir markið, býður, sendir þetta á bláu á Flósurunu. Flósurunu með 0 skot hérna rétt framhjá. Það verður ekkert úr þessu. Það hendur sér bara inn. Fara í skiptingu. Dursún fleygir honum fram hérna bara á byrjum skiptingu. Þarna er Brynhildur skýlir hann vel hann að pökkinn. Skautar að staði á. Það er bara sjálf, Hanna bara alltaf leið. Og svo. Það er bara fullt sjálfstraust í íslenska liðinu. Það er hver stúlkan á fætur annar bara að skauta hérna í gegnum marga tyrkneska leikmenn. Þrjár á eina hana. 3 á 1, besti leikmaður Tyrkja. Það tekur þetta. Betul Tækar kom skotinn á hann á markið. Og Birta okkar Helgudóttir. Ísbúðin er ennþá lokuð á henni. Já. Og opnar eftir leik. Það var nú keilu höllin, Elli minn. Það er bara hannig. Við vinnum bara þetta uppkast. Já. Og svo bara skautum við svo. Og Ragga okkar kemur hann bara djúpt í svæðið. Og Sigrún pressar á þetta. Sigrún er ennþá með hann. Hendur sinn Jóni. Það er líklegast átt að fara markið hana. Jónína hendur sinn. Sjáu ég þetta, Ragnhildur! Gott skot, grípur þetta. Serra Dogramadji. Betri en enginn hérna í markinu. Hún hefur sett klístur í hanskan í leikliðinu. Já, hún er búin að vera að halda honum svona betur. Enda líka er bara mark leið og hún gefur eitthvað rýband þarna. 6,5 mínútur eftir. Minnum aftur á leikinn á morgun klukkan 20. Allir að mæti í höllin á Akureyri. Þeir sem komast ekki. Glæsilegt mark. Það er bara þannig. Hún er komið með þrennuna. Það var hattatrixið á Silvíu Björgvinsdóttur. Það er bara þannig. Hún er með þrennu hérna í kvöld. Og búin að vera besti leikmaður Íslands í kvöld. Mjög verðskuldað. Sunna Björgvinsdóttir kemur á töflunum, það er nú ránt. Það er hinn Björgvinsdóttir. Þeir eru eitthvað aðeins að fá sér alltaf hana í þulaboxinu. Silvía. Silvía. Gæti að fengi fjörfiski. Í puttan. Ítt á vittlisann. Þeir eru svolítið segir að setja bara einhvern. Já, en það getur orðið kallt niðri. Já, það er heppli bara að Dabbi Björns kemur ekki upp á töfluna eða hvað skráða markið á sig.
Sjáu þetta! Lúms Hættuleg sókn hjá Íslandi! Sunna Björgvinsdóttir. Time was 63 minutes and 36 seconds. Sendingin yfir og sendingin sending hana. þarna sjáu þið Kolbrúnu. Og svo Kolbrún með skotið. skýtur í varna. Hún er ein. Teresa gefur sér djúpt, Kolbrún heldur honum niður í horninu. Sara Smiley Upp á bláu. Það er út af þessi fór í Ara. Þessa fór í... Ég sagði víst Ari Leirunesti á hann, hann er í Gellunesti kallinn. Já, Fyrst velveringar á því. Það er tvennt ólíkt. Já, Það er svolítið svona eins og K.O. Þór. já. Það er bara þannig. Ari í Gellunesti. Hér með leiðrétt. Og skjóttu. Vinnur þetta uppkast og... Skot þarna beint reyndar á hana allt í góðu. Ég get sagt ykkur það svona... Kolbrún er ekki alveg að ná að setja henni inn. Nei, En hún fær færin maður. Jesús minn. Töpum þessu. Og Sema kemur þessu út fyrir og hann er Betul heldur honum ekki. Hann fer inn fyrir. Við náum þessu. Það hefur verið rángstæða samt. Þannig að Anna Sonja er Missir þarna hana. en missir pökkinn. Anna Sonja reynir að svara fyrir sig en og tekur hann og axar hann niður hérna. Og það laðar að staði sótt. Berglind. Sjáu þið Hilmu, hún skaut þar á markið. Hún fer á staðinn sinn, slottið. Fylgist þið með Hilmu, hún er á réttum staði í slottinu. Og pökkurinn dettur laus. Hún er byrjað að hlaða. Þarna kemur hún í pressuna, sjáu þið. Og Guðrún, nei, hættir við. Skynsamlegt hana. Vel gert hjá Guðrúnu. Hilma kemur hún með fyrir. Nær ekki að. Fín barátta hana. En já, losa bara pressun og nær skiptingunni. Skynsamlega að spila þarna. Dómarinn þvælist fyrir. Það er enga fréttir. Það er enga fréttir, við könnumst nú með það. 4 mínútur eftir að þessu leik. Zeynep fyrir Tyrkland, skýtur honum hann á ramman og Jónína miklu grimmari. Sigrún sterkari hana. Sigrún það bara alla leið á bakhendir! Pökkurinn er laus! Fallega bakhönd hana hjá Sigrúnu. Þetta var Hún bara labbaði inn hana. næstu því. 5-0 Bjössi. Hvað getur þú sagt um það? Þetta er bara, já. Þetta er bara já. Þetta er bara gott. Það er bara þannig. Þetta er búið að vera bara heldur svona tiltölulega þægilegt fyrir stelpunar. Þetta er, Já. Og gaman að segja því að þeir eru búin að spila hérna þriðja leikinn sinn núna á nokkurnum dögum. Ef þetta væri íslenska karlalandslið. Já! Sunna Björgvinsdóttir í skeytinn. Já, ég veit að klára þetta ef þetta væri íslenska karlalandslið í handbolta þá er hérna rosa þreyttar. En það er ekki að sjá hérna íslensku stelpunum að sé neinn þreyta í gangi. Nei. Það er þól alveg að spila nokkra dagi í röð. Án þess að fara í ísbað. Án þess að fara í ísbað. Sunna Björgvinsdóttir. Frábært mark hjá henni. Hinn 20 ára gamla. Staðan er 6-0. 6-0. Eins og einhver sagði þetta er að vera vandræðilegt fyrir Tyrkina. Sjáu þið þetta. Hún er ekkert hætt. Nei. Sjáu þið Jónínu og kemur hún á manna. Ég held að Jónína hafi reynað að senda hana Kristínu hana. Þetta var sending. Já, þetta var púra sending. Jónína ennþá í baráttunni. Já. Já. En Hanna býttu nú við. Ragnhildur. Skotið. Nei. Dettur næst inn hana. Uss. Það eru ennþá í baráttunni hana.
snýr það svona skemmtilega af sér hana. Nei, það þýðir ekkert að senda aftan í menn. Þetta þarf að koma í spaðan. Já, það algjörlega þannig. Fín pressa þarna, Flósur, hún pressar þetta. Sara Smiley, hann ekki haldur inni. Sendir bara róleitunum á Önnu. Anna yfir á Alexandru. Keirir inn, sem dömpar þessu bara inn aftur hérna. Flósrún með fína sendingu. Kolbrún. Hún horfir, leitar. Vel gert, Tekur droppar dropp á Önnu. Önnusoni. Annarsson niður í hornið. Og tic-tac-tó hana. Gott spil hana. Muna Inga Flórsson sett hann inn. 2 mínútur lifa af þessum leik. Alexandra, nei, fyrirgefðu þetta á Kolbrún. Hilma pressar á hérna. Kolbrún. Hyrður upp bökkinn aftur. Já, hún fer bara sjálf, sjáu þetta, tætir í sig. Góð sending hana. Fín sending og skotið! Skot, hann laus. Fín! Hilma akkurat á staðnum sínum sem hún skoraði á þann. En Skrifstofan hennar Hilmu. Já. Hilma's office. Þetta búið að vera einstefna algjörlega Já, ég af okkar hálfu hérna íslenska kvennalandsliðsins í hockey. Ég get ekki séð að Tyrkinni sem fara að jafna þetta alveg. Nei, þetta orðið frekar erfitt fyrir það sko. Sjáu þetta, Hilma hirðir hann upp og sendir yfir Ox. Þarna munaði litlu. Uss. Munaði engu. Brynhildur Hjaltisteð næði að setja hann hana. Eftir flotta sendingur á Hilmu Bergsdóttur. Það alltaf að vera 6-1 og hann má reyna það. Já, við erum bara oft búin að reyna það í þessu móti. Já. Það gengur ekkert lengi sko. Berglind í uppkastinu. Brynhildur Berglind. Kemur hann að Brynhildur. Snirtileg móttaka hjá henni þarna. Nei, þetta á laust. Já. Mínúta eftir Eli. Ekkert að frétta Tyrkjunum. Og Brynhildur pressar á þetta. Það æsing. 49 sekúndur eftir. Það nóg til að skora markbissi. Já. Það þarf ekki nema 10 sekúndur. Ég segi það, Herborg Geirsdóttir að fara að setja núna. Númer 10, sjáu þetta. Sjáandinn Eli. Sjáu, bingo! Skot þarna. Þarna munar litlu maður. Uss. Frábært skot þarna frá Sunnu Björgvinsdóttur. Markmaður Tyrkja, hún búin að fá því líku skothríðin á sig. Já, það alveg hannig. Búin að standa sig vel. Silvía róleg hann tefur bara tíman. Liggur ekkert á Herborg kemur hjálpar henni. Þær þurfu ekkert að skora annað mark, Eli. Það er bara að tefja þetta. Og Saga Blöndal stelur honum hann að sjá þig og fer bara sjálf og skotið! Og það er komið smá hiti. Já, Herborg. Fer aftur hérna núna í bóksið. Það var báðar út af. Og leikmaður nummer 11. Tusken Dagli, hún að fara í bóksið líka. ...20 sekúndur eftir. 4 Kolbrún í uppkastinu. Sjáu þetta, kemur Ragnhildur í skotið. Já, Sera Dogramatsi heldur þessu. Og tíminn gekk nú reyndar í 5 sekúndur eftir að hafa flautað. Skiptir kannski ekki öllum á Nei. En maður væri brjálaður að það væri 1-1 sko. Já. En það er 6-0. Það er 6-0. Það er bara bingo. Ég held að það sé bara feikna. Svo kemur skotið hérna, Alexandra. Og leiktíminn rennur út. Leiktíminn er búinn og Ísland vinnur. Annan sigurinn sinn í röð á þessu móti. Birta heldur hreinu.
shutout. Já, Birta heldur hreinu, frábær markaslag við henni, algjörlega. Sunna sækir pökkin fyrir Hilmu Bergsdóttur. Svo skoðar sitt fyrsta meistaraflokksmark. Já, landsliðsmark. Já, frábær leikur hjá okkar stúlkum. Vel spilaður, vel útfærður hjá þjálfurum liðsins. Og þá er bara að sjá hverju er valinn. já, Bjössi giskaðu. Já, Já, hvað skal segja? já. Silvía er náttúrulega með 3, Já, en er hún ekki búin að fá þetta einu sinni? ég veit það ekki. Og ég myndi nú bara giska á markmanninn hjá Tyrkjum, sko. Já, Hún hafði nóg að gera. já. Ég er nokkuð viss hún fari í ísbaðið í kvöld, sko. Ég segi Betúl Tækar, nr. 24 hjá Tyrkjum. 24. Já, og það er varla hægt að velja aðra heldur en Silvíu. Í Icelandic Ice Hockey Federation. Nú er komið að því að velja besta leikmanni í hvoru liði og það er Ólöf Sigurðardóttir sem afhendir þetta fyrir hönd. Það er Olli Onefoot And for Team Turkey, sem afhendir velunin. player number 6, Kakla Baktiroglu. Já, 6. Player number 6, Kakla Baktiroglu. Player of the match for Team Turkey. And for Team Iceland, player number 7, Ooh. Hilma Bergsdóttir. Leikmaður nr. 7, Hilma Bergsdóttir, frábær. Vinnusöm, dugleg og alltaf rétt staðsett. Og hún var það í kvöld þegar að pökkurinn hrökk út frá markmannunum og hún sett hann í samskeytin, rebound. Elli, það var ekkert eftir að hlusta á okkar. Já, þá rísum við úr fætum og tökum niður húfuna, Björn. Góði gestir, rísum úr sætum og líðir á íslenska þjóðsönginn. Haldi Elli. Já, hérna, vel tekið undir og sungið hjá stúlkunum okkar. Ég verð bara að hrósa þeim fyrir þessa frammistöðu. Ef við förum við markaskorana, Elli. Já. Silvía, hún var með 3 mörk. Heldur betur. Teresa, Hilma og Sunna. Já, algjörlega frábær leikur af okkar hálfu. Næsti leikur á morgun. Klukkan 8. Það er Króatía. Já, Það er enn einn stór þjóðin. það er bara þannig. Við vonum bara fólk fjölmenni á... Já, hvetjum alla til að koma, endilega koma í höllina. Þeir örfáu sem komast ekki í höllina, að þeir neyðast til að Hlusta á okkur. Þeir geta líka bara mjútað og hort á þetta á túpunni. Þurfu ekki endilega að hlusta á okkur. Nei. En ef þeir hafa áhuga þá er það í boði líka. Annars bara þökkum við áhorfendum kærlega fyrir komuna. Óskum stelpunum til hamingju með leikinn og bara heyrumst annað kvöld. Takk fyrir okkur. Takk kærlega fyrir okkur.